Já, komið þið sæl. Ég heiti Sævar Helgi Lárusson og sinni stöðu öryggistjóra hér hjá Vegagerðinni. Og í þessum fyrirlestri eða erindi ætla ég aðeins að koma inn á öryggi þegar ekið í gegnum framkvæmdasvæði sem er á eða við veg. Framkvæmdasvæði, þau eru fjölmörg allt land, sérstaklega á sumrin. Þau eru náttúrulega ekki nógu mörg, við vitum það, en það er nú ekki tilefni þessa morgunfundar. Vegir landsins eru í raun og veru lífæð, ein af lífæðum samfélagsins, þannig að það er mjög ríkur vilji til þess að halda vegum opnum eins og hægt er. En það er þó svo að öðru hvoru er nauðsynlegt að sinna viðhaldi vega eða framkvæma við þá eða á þeim. Og til þess að þurfi ekki að loka vegunum þá grípum við til þess ráð að merkja svæðið upp tímabundið meðan á framkvæmdu stendur og setja takmarkanir á umferð, lækka hámarkshraða, setja þrengingar, jafnvel einstefnus og eitthvað sem nefnt. Og þetta er gert eins og margir vita til þess að auka öryggi þeirra sem starfa á framkvæmdasvæðunum og eins til þess að auka öryggi þeirra sem framkvæmdasvæðin aka. Að auki eru reglurnar settar upp þannig að það er verið að reyna að veita framkvæmdaraðilum svigrúm til athafna sem þá er gert til þess að í raun og veru flýta framkvæmdahraða. Það er því minna svigrúm sem framkvæmdaraðilinn hefur því erfiðara er að athafna sig og þá tekur framkvæmdin bara lengri tíma. Þetta er sem sagt gert okkur öllum til heilla. Öryggi almennt er samvinnuverkefni og í þessu tilfelli samvinnuverkefni veghaldara, verktaka og almenning sem framkvæmdasvæðið ekur. Löggjafinn hann setur ákveðnar skyldur á veghaldara og verktaka eða þeirra sem framkvæmdum sinna, framkvæmdum sem sagt á eða við vegi að merkja svæðið á fullnægjandi hátt, þannig er þetta orðað í lögunum. Og þetta er útlist að einhverju leyti í skemmtilega nafni, reglugerðum merkingar og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg. Og reglugerðin skyldar framkvæmdaraðila útbúa það sem við köllum öryggisáætlun, sem meðal annars inniheldur merkingaráætlun. Það er áætlun hvernig merkja ber vinnusvæðið og hvernig vörnum skal beitt til þess að auka öryggi starfsmanna og vegfarenda. Hann setur einnig þær skyldur á Vegagerðina að gefa út nánari reglur. Þessar reglur kallast vinnusvæðamerkingar svona í daglegu tali. En þessar reglugerðin sjálf er frekar stutt og ekki mjög ítarleg. Vinnusvæðareglurnar sem að finna má á heimasíðu Vegagerðarinnar eru tvö nokkuð viðamikil skjöl sem að allir sem vinna við framkvæmdir, öllum stigum, hönnun eða verki, þurfa helst að vera svolítið vel inn í. Þetta eru tvö skjöl, annars vegar reglurnar sjálfa sem mestmegnis textaskjal og svo er búið að útbúa talsvert mikið af merkingaráætlunum fyrir svona stöðluverk. Og þetta eru lifandi reglur sem þýðir að þær eru í raun og veru í sífelldri endurskoðun, þær eru endurútgefnar á einhverjum x ára fresti. Og það er nú nýverið komin út eða rétt á komin út ný útgáfa af reglunum. Hérna nú dæmi merkingar. Þetta er merkingar fyrir blettaviðgerðarbíl. Hérna var ég búinn að skrifa á þessari glæru, sjáu þið dæmi merkingaráætlun. Svo fór ég að hugsa glæra. Það er nú fyrir fækkandi í hópi þeirra sem vita hvað það þýðir. Maður að vera svo gamall, samt svo ungur. En þessi áætlun á að fylgja ef verið að gera við bletti á þjóðvegi
með blettaviðgerðarbíl yfir eitthvað kafla, þá fyrst hraðinn tekinn niður í 70, svo 50 og þá má í raun og vera að vinna næstu 3 kílómetrana og lengja má kaflan eða settur upp áminningarskilti. Og það getur verið krefjandi að aka á 50 km hraða á þjóðvegi kannski blíðviðri í júlí. En þetta ekki sett af ástæðulausu þessi hraðatakmörkun og verið að benda ökumönnum á hvað sé í gangi. Það í eðli sínu hættulegt að aka yfir blettaviðgerðir. Það veggrip afar takmarkað, fyrst sinn og þar af leiðandi eykur það líkurnar að ökumenn missi stjórn. Svo getur viðgerðarflokkurinn bara verið handan næstu hæðar og ökumenn þurfa ekki að brugðist við því þegar hann blasir við. Og svo náttúrulega blessað grótkastið bæði hættulegt og kostnaðarsamt. Nóg borgum við nú í tryggingar. Á framkvæmdasvæðum á og við veg eru aðstæður að öllu jöfnu ekki eins og við eigum von á. Við þurfum að vera ökumenn þurfum að vera viðbúnir hinu óvænta. Til dæmis að svo akrein sem við ökum á sé skyndilega lokuð. Ef akrein lokuð og það fleiri en ein akrein í sömu akstursátt, að þá skal verktaki loka akreininni og oft þá notað við svona ljósakross og sett X. Nei, fyrirgefið þið. Það var akkúrat öfugt hjá mér. Ef það fleiri en ein akrein í sömu akstursstart, þá sett ör og boðmerki. Svona ör sem vísar ökumönnum yfir á hina akreinina til hægri eða vinstri eftir því sem við á. En ef það ekki önnur akrein í sömu akstursstart, þá skal nota X-ið. Og þetta bannmerki hér. Mig grunar að sumir ökumenn muni illa munin á þessum tveimur skiltum sem þarna eru efst á glærinu til vinstri. Örin upp á skiltinu þín akstursátt, eða akstursátt þess sem framhjá skiltinu ekur. Örin upp. Red means danger, stundu sagt. Rauð þýðir hætta. Ég að reyna að búa mér og kannski ykkur til einhverja leið til að muna þetta, hvort skilti þýðir hvað. En bannmerki vinstra megin þýðir og rauð örin upp að þér ber þá að víkja fyrir aðvífandi umferð. Skiltið hægra megin upplýsingamerkið til þess að upplýsa ökumenn að þeir í raun eiga réttinn og ökumenn sem að móti koma þurfa að víkja. En muniði þó svo að þið eigi réttinn skal ávallt ekið framhjá svona skilti af varúð. Gera ráð fyrir mistökum annarra. Aka hægt svo auðveldara sé að bregðast við. Svo hérna myndin til hægri það sem við köllum varnarbifreiðin. Á henni áfastur árekstrarpúði og ljósaskilti, áberandi ljósaskilti. Og þessa tækni notast við á umferðarmestu vegunum. Helst til hérna suðvesturhorninu þar sem umferð þétt. Og árekstrarpúðin þá á vörn fyrir vegfarendurnar, hann mýkir höggið ef á hann ekið og bíllinn og púðin varnar því að ekið sig inn í framkvæmdasvæðið. Og í þessu tilfelli þetta var sem myndi tekin hérna fyrir nokkrum árum, sennilega upp á Hellisheiði. Þar sem ökumaður ók á þess að veita því eftirtekt að við var að vinna á akrininu fyrir framan hann og klessir á púðan og skýst hérna eitthvað til hægri og þarna í raun og veru virkaði kerfið mjög vel. Bæði fyrir vinnuflokkin sem var varinn fyrir fram á bílinn og eins fyrir vegfarendan. Hann alltaf skemmti bílinn en mér skilst að það hafi ekki orðið miklir áverkar sem það sem við erum að reyna að verjast.
Þetta fór betur en á horfðist. Nú muniði, ég sagði hérna áðan að þetta væri samvinnuverkefni. Framkvæmdaraðilar ber að sinna merkingum og öðrum vörnum, samkvæmt vinnusvæðareglunum og reglugerðinni, en löggjafinn setur einnig skyldur á ökumenn. 37. grein umferðarlaganna er svona einn af hornsteinum þessa lagabálks og í henni eru settar sérstakar skyldur á ökumenn að aka varlega gegnum framkvæmdasvæði. Mér langar til að lesa hérna upp eina setninguna úr 1. málsgreininni. Ökumaður skal haga akstri þannig að hann hafi fullt vald á ökutækinu og geti stöðvað það á þeim hluta vegar sem framundan er og hann sér yfir og áður en komið er að hindrun. Svolítið langt. Þetta þýðir, og þetta er svo sem eitthvað sem allir ökumenn eiga að vita og vita sennilega all flestir. Þetta þýðir að hraðinn sem valinn er þegar þú ekur eftir vegi er í raun og veru síbreytilegur, en aldrei meiri heldur en hámarkshraðinn kveður á og það getur verið svo hámarkshraði sem settur er á framkvæmdasvæðum. Og ökumaðurinn þarf alltaf að meta í raun og hvað hraðan á að vera á og aðstæður sem þarf að hafa í huga er skert veggrip, útsýn, hættur í umhverfi vegarins eða eitthvað mikið í gangi eins og til dæmis bara útihlaup, fullt af fólki einhvers staðar. Svo í annarri málsgreininni er þessi sérstaka skylda sem er okkur hjá vegagerðinni og okkar verktökum svo mikilvægt og í raun og veru öllum sem stunda sína vinnu á vegum og eru að sinna viðhald og framkvæmdum, að það ríkir sérstök skylda á ökumennum að aka nægjanlega hægt með aðstæður þegar ekið er gegnum framkvæmdasvæði. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessari sérstöku skyldu. Það geta verið breytingar á veglínu. Það getur verið óvænt umferð vegavinnutækja, skert útsýn, ýmsar hættur í umhverfi vegarins og eitthvað sem nefnt. Og því hægar sem ekið er, því auðveldar er að bregðast við óvæntum aðstæðum. Þar af leiðandi minni líkur að verða óhapp. Meiri hraði, meiri skaði eru orðasönnu. Því hraðar sem ekið er þá verður meiri skaði að óhappinu og það verður slys. Og þar sem er brugðið út af vananum og það á sannarlega við í framkvæmdasvæðum er ávallt meiri hætta. Þetta vefst ekkert fyrir öllum ökumönnum að það er allt í einu breyting á veglínu. Nú er til dæmis nýbúið að opna fyrir framhjáhlaup upp á Breiðholtsbraut. Sumir verða óöruggir og þá kannski akaður öðruvísi heldur en venjan er. Og allir ökumenn þurfa að geta brugðist við því. Svo ekki illa fari. Nú starfsmenn sem að sinna þessum verkum beita ýmsum vörnum, þeir eru og eiga að vera í sýnileikafatnaði svo þið sjáist nú almennilega á sérmerktum bifreiðum með viðvörunarljósin blikkandi og umferða meiri vegum er þá varnarbifreið notuð eins og ég kom hérna inn á áður. Og svo við stærri framkvæmdir eru víðtækari varnir settar upp, svo sem hjáleiðir, vegtálmar, gátskildir eða umferðarstýringar, stundum er sett upp einstefna jafnvel með ljósastýringu og ýmsum brögðum beitt. Það er óþægileg tilfinning að standa á eða við veg þar sem umferð er hröð. Þar getur einfaldlega verið stutt á milli feigs og ófeigs. Líkur á að óvarinn vegfarandi slasist alvarlegi árekstri við ökutæki eykst afskaplega hratt með hraða.
Rannsóknir sýna að það eru 10% líkur á banaslysi sé ekið á gangandi vegfaranda á 37 km hraða. Þetta nú lúshægt finnst manni oft á tíðum. Það eru 50% líkur ef hraðin 59 km á klukkustund og 90% líkur á banaslysi ef þú komin upp í 80. Þetta eru ógnvænlegar tölur. En notabene takk eftir þetta eru líkur á banaslysi. Líkur á að óvarin vegfarandi slasist alvarlega eru nærri 100% sé hraðin á ökutækinu einhver 30-40 km á klukkustund. Það verður alvarlegt slys. Það er því afar mikilvægt að vegfarendur sýni tillitssemi þegar ekið er framkvæmdasvæði, lækki hraðan, nú eða jafnvel stöðvi eða svo ber undir og haldi fullri athygli. Aðeins að fara betur í gegnum þetta. Því hraðar sem ekið er, því meiri líkur er á að missa stjórn á ökutækinu, missa bílinn í hliðaskrið eða svo framvegis. Stöðvunarvegalengdin lengist og stöðvunarvegalengdin lengist hraðar en sem hraðaaukningin nemur. Og sjónsvið verður krappara. Það er að segja því hraðar sem ökum því erfiðara eigum við að veita því eftirtekt sem gerist utarlega í sjónsviðinu. Og það er oft það svæði sem við þurfum að fylgjast með þegar við ökum í gegnum framkvæmdasvæði. En það er nú stundum rólegt á Vesturvígstöðunum. Það er kannski lítil vinna í gangi. En við skulum ávallt gera ráð fyrir þegar við komum að framkvæmdasvæði að það sé vinna í gangi. Hins vegar bregður það við og við. Að merkingar standa uppi þó lítið sé verið að athafast á verkstað. Og mig langar að nefna það að það er líka mikilvægt að gefa sér tíma í ef hlé er gert á framkvæmdum að taka þau skilti niður sem að ekki eiga við. Láta þau ekki standa uppi svo dögum eða vikum skiptir því að það skilti sem standa uppi sem hafa ekkert gildi fyrir vegfarendur í raun og veru rýra gildi merkingana. Þessu var nú gert góð skil í sögunni af fjárhirðinum og úlfinum hér í gamla daga. Þarna er kannski smá tækifæri til umbóta alveg eins og það er tækifæri hjá vegfarendum til umbóta að veita okkur meiri tillitssemi og aka ekki hraðar heldur en skiltin segja til En það er hins vegar svo að hraðatakmarkanir geta haft annan tilgang heldur en að verja starfsmanninn. Það getur verið eins og áður hefur verið nefnt grjótkast, hættur í umhverfi vegarins, framhjálp á þrengingar framundan og hérna sjáum við tvær myndir á þessari glæru. Á myndinni til vinstri eru fjölmargir starfsmenn standandi út á vegi. Þeir eru reyndar að setja merkingarnar upp. Þannig að eins og gefur að skilja þá ætti nú að hægja vel á sér áður en ekki fram hjá þessum myndarlega hópi vinnumanna þarna. En á myndinni til hægri er enginn. En þar er engu síður þrenging, skurður hérna sem er hætta í umhverfi vegarins og ef mér bregst ekki minni þá er næsta hægri beygja lokuð og það að næsta hægri beygja sé lokuð býr til óöryggi og kannski óeðlilegt aksturslag. Og þess vegna ættum við að hægja á okkur til að geta brugðist við einhver skildi nú óvænt, jafnvel stoppa og ekki vita hvað þetta gerir. Við höfum öll að taka þátt í þessu og vinna saman í þessu og venda hvort annað. Munið, öryggismál er samvinnuverkefni. Nú í vor ætlum við hjá Vegagerðinni í samvinnu við nokkra verktaka
að setja upp skilt á helstu framkvæmdasvæðum til þess að minna ökumenn á mikilvægi þess að aka varlega framhjá og í gegnum framkvæmdasvæðin. Átakið aktu varlega, mamma vinnur hér eða pabbi vinnur hér. Við hefum svo sem einnig geta sett afi og amma, frendi og frænka og svo framvegis, sonur eða dóttir. En með þessu vonumst við til þess að fjölga í hópi ökumanna sem virða skiltaðan hraða og gæta þess að vera með fulla athygli við stýrið við þessar aðstæður. Á svo sem ávallt við þegar ekið vegi og götur landsins en sérstaklega mikilvægt það sem aðstæður geta bjóð upp á einhvað óvænt gerist og hættur eru nærri. Veitum þessum starfsmönnum sem sinna viðhaldi og framkvæmdum á og við vegi svigrúm til þess að stunda sín störf með sem minnstri áhættu á að lenda í slysi. Takk fyrir.